Já, velkomin á Frelsi TV. Þið sem eru svo hugrökk að koma aftur og aftur þótt ég sé alltaf að hræða ykkur. Þetta ferðastúdíó hjá mér virkar alveg ágætlega, nema að ég ætla að taka góða míkrafóninn með næst. En ég ætla að byrja við að, áðan þau auglisti hjá mér og ég var að fara í lofti þá datt mér í huga að þið myndi bara sita undir statusin hjá mér eða vilja að ég fjall eitthvað. Og þá get ég haft eða með einhverjar spurningar eða eitthvað slíkt. En ég ætla að byrja á því í dag að svara Sturla Jónssyni, baráttuhetju og vörubíls trölli. Ég var að eitthvað að stríða honum. Hann setti inn á statusi hjá sér. Já, það kemur að því að við almenningur förum að lesa og loks sækja starfsfólk og sem mölbrötu öll mannréttindi og senda fyrir þennan dómstól. Og þá er hann að tala um ICC. Allt í lagi, góð hugmynd og allt í lagi með það. En ég segi við hann að kæra dómara til dómara endar í vegleysu. Og Sturla eins og honum er einu lagið, kemur bara ok, hvernig ætlar þú að leysa málið? Og ég ætla það nú að gera heilan þátt til þess að svara honum, en ég átti einn þátt umboðslaus valdstjórn sem að reyndar svaraði ekki nema hluta til því sem þetta er aðeins tengt en fjallar ekki beint um þetta sem að Sturla er að tala um og það sem ég var að tala um við hann sko. Þannig ég ætla að gera þetta vídeo til að svara Sturlu. Sko, nú tekur Sturla einhver lán á húsið frá þessum skipulögu glæpasamtökum sem sjá um peningaprentuna og allt þetta peningavesen í landinu. Og Erlendur Seðlabanki Íslands er hluti af skipulagðri glæpastarfsemi. Og ég fjallaði um það í smáatriðum hvernig sú starfsemi er byggð upp, hvernig hún var stofnuð og hvað málið snýst. En sko, eins og ég segi, þetta vídeó um umboðslaus valdstjórn er að hluta til svar og þess vegna setti ég það náttúrulega sem svar hjá Sturlu að valdstjórnin getur ekkert sannað sitt umboð. Þeir eru ekki með atkvæðin við hendina. Þannig að þeir geta ekkert sannað neitt. Eins og ég fer yfir í þessu vídeó, þeir bara skoðið það betur til að fá það í dítal, ég fer ekki yfir það hérna aftur. Og þannig að þegar sýslumaður kemur og fara að bjóða upp húsið á Sturlu, þá hefur Sturla alveg nákvæmlega sama umboð á sýslumaðurinn, því sýslumaðurinn er umboðslaus. Og annar vinkill á þessu sem ég fjalla ekki um í þessari umboðslausu valdstjórn, en nú er ég að tengja þessa punkta, að það er þegar að Sturla tekur lánið, það er einhverja peninga. Eða eins og ég hef sagt áður og demonstrerað, hann fær klósettpappír. Hann fær svona, Sturla minn, er peningurinn þinn, hvað segirðu, er þetta 30 milljón króna hús? Og skrifar seðlabankastjóri 30 milljónir hérna er peningurinn þinn. Og þannig að verð sem Sturla fékk eru jafnmikils virði og þessi pappír hérna. Þetta er pappír eins og peningaseðlar og það sem ég er að halda fram er að þegar Sturla tók þessi lán þá fékk hann engin verðmæti í hendurnar. Hann fékk bara blekkingu í hendurnar. Og þið vitið að segjum að ég fari til einhvers prentara sem kann að prenta seðla. Og ég segi, hei, hvað segir að prenta 100 milljónir fyrir mig í svona fölsuðum peningum og ég kemur sér einhvern veginn í umferð og prentari segir, já, hvað segir 10 milljónir? Já, ok, 10 milljónir, ekkert mál.
Svo kem ég þarna segi: "Já, heyrðu, nokkrum dögum seinna, heyrðu, ertu búin að prenta peningana?" "Já, þeir eru bara tilbúnir hérna, þetta er bara búntið." Og þá segi ég: "Heyrðu, hvað segirðu, hvað var það mikið sem þú áttir á?" "10 milljónir." Og ég ætla að taka það úr búntinu sem prentarinn var að prenta. Þá segir prentarinn náttúrulega: "Nei, Axel, ég vil ekki fá þetta rusl. Þetta er falsað, ég vil ekki fá þessa peninga. Ég get alveg bara prentað hérna trilljón skrilljónir sjálfur ef mig vantar peninga, sko. Þú ert að láta mig fá eitthvað annað en þetta rusl, sko." Ég er að segja að erlendur seðlabanki Íslands hefur bara verið að blekkja landsmenn með falskum peningum sem eru falsaðir. Af því að sko í upphafi þá var dollarinn gulltryggður, það voru eignir sem stóðu á baki dollaranum og dollarinn var tengdur við gull, þannig að gull stóð á bak við þessa. Síðan var það Nixon, hvað var 1970 fletti, þá slítur við dollara, nei, á milli gulls og dollara. Og eftir þann dag, ef að Sturla hefur tekið lán í íslenskum krónum eða dollurum eða evrum eða allir sem er í þessu dollarasystemi, ef hann hefur tekið eftir að Nixon sleit á þetta samband við raunveruleg verðmæti á bak við klósettpappírinn, þá getur Sturla bara borgað klósettpappír tilbaka. Hann getur bara tekið klósettpappírrúllu og skrifað einhverja tölu, hvað segirðu, þetta 20 milljónir, hvað segirðu, hvað er þetta mikið? Já, hérna, þetta er greiðsla. Og þá segja gaurarnir: "Nei, Alþingi, já, hvað sagði Alþingi, segirðu? Já, alveg væri lögari landsins." "Já, ertu með sönnun fyrir kvæðin sem að veittu þér þetta uppboð? Ertu með undirskrift landsmanna í höndinni einhvers staðar?" "Nei, Axel, við brennum það alltaf." Já, það var flakk, vinur minn. Og í versta falli þarf Sturla að borga, sko, því að tími er peningur. Þannig að vörn seðlaprentarana, tökum aftur þetta dæmi með prentara sem prentaði fyrir mig 100 milljónir og ætlaði að taka 10 milljónir af svona alvöru peningum eða eitthvað öðru í staðinn. Hann sagði aldrei gullari, hann sagði bara að hann vildi fá til. Að ef fyrir dómara, ímyndum okkur það, að þá segir prentarinn: "Já, ég lagði í þetta hérna vinnu og pappír og eða svona, já, prentsvertu eða hvað þetta notaði í þetta, prentliti. Þannig ég þarf að fá minn kostnað greiddan." Og þá get ég sagt, sem að gera þessa pöntun hjá honum, þá get ég sagt: "Ok, hvað kostaði það mikið að prenta þessa pappíra og hvað tók það þér langan tíma að gera það?" Og í flestum tilfellum, svo Sturla hefur bara fengið lánið á digital formi, þá tekur þetta ekkert meira en þetta. Þetta tekur sem sagt, það fer ykkur í tölvuna, já, hvað segirðu Sturla minn, hvað ætlarðu að fá mikið lán? 20 milljónir, og þá slær hann bara 20 milljónir inn, enter. Og eina sem Sturla þarf þá að borga er tíminn sem það tók að skrá þessa peninga inn í þetta rugl og rafmagnið það var að gerast. Svona, þetta er kallast varakrafa í réttarkerfinu. Þannig að þetta er málsvörnin sem ég er að reyna að benda Sturla og fleirum á. Og ég er nú orðinn heimsfrægur á útvarpi Sögu og svona pínulítinn hluta af Íslandi fyrir dæmisögurnar mínar. Og til þess að setja þetta í svona dæmisögu samhengi, þá er Ísland eins og fangelsi, segjum að Ísland sé Litla-Hraun. Við tengjum þetta við eitthvað svona sem við þekkjum. Og Sturla og ég og við Íslendingar fæddumst bara á Litla-Hrauni og bara uxum þar upp. Og þarna er bara eitthvað kerfi og við reynum náttúrulega að ná mesta árangri þarna, hlaupa hraðast í fangagarðinum eða hvernig
þetta system er þarna í fangelsinu. Svo hérna er farið að níðast á okkur án þess að við höfum unnið til þess. Og þá förum við að hugsa svona, já, heyrðu, þetta er nú ekki alveg sanngjarnt fangelsi hérna sem við erum í, eða þessi stofnun sem við erum í. Þetta er ekki alveg að ganga upp. Og við erum búin að fara við erum búin að fara fyrir framann staðinn þar sem fangaverðirnir halda til og mótmæla með spjöld og bara, já, þið verðið að vera góðu við okkur, þið megið ekki taka á okkur það sem við erum að vinna og það sem við erum að gera og þið megið ekki vera svona vondið við okkur. Og fangaverðirnir komast nú ekki upp með að drepa alla svona í einu allavega. Og svo er Sturla búið að rífa af honum allt innan úr fangaklefanum hans og hann er bara eftir á nærbuxunum og er ofboðslega ósáttur. Og það er það sem ég var að krítisera hjá honum, að vera að fara til einhvern annan dómstól í einhverju öðru landi og við sjáum með þennan dómstól fyrir álfan upp á Akranesi að þar er sami maðurinn og gerir rannsóknarskýrsluna, innsti koppur í búri í íslensku valdstjórnin er þeim megin við borðið bara þetta er bara allt í lagi hérna á Íslandi að gera þetta svona. Veitu hvað er hann að vera ekki verið að leita eftir áliti erlendra aðila? Og í fangasamlíkingunni að þá er þetta bara það sama og Sturla eða álfarnir upp á hefðu náð þeim frábæra árangri að fara með málið fyrir fangaverðina á Kvíabryggju. Fangaverðina á Kvíabryggju rótera á milli og vinna fyrir sömu stofnunina sem heitir Fangelsismálastofnun og þeir eru á fundum þar og svona í flestu fangelsum þá líta fangaverðir ekki upp til fanga. Það er svona mjög stíf stéttaskipting í fangelsum. Skilst mér, ég hef nú ekki verið í fangelsi. Og þannig að þetta er vonlaus leið. Þetta er vonlaus leið. Það þarf að brjóta niður fangelsið. Það er að byrja að viðurkenna stöðuna sem maður er í og Íslendingar verða að byrja á því að viðurkenna í hvaða stöðu þeir eru. Og að vera að hlaupa á milli fangavarða, þeir hafa allir sömu skoðun á framkomu við fanga. Þeir koma allir frá sömu stofnuninni sem geta heita Bilderburg eða eitthvað slíkt. Þannig að þetta var nú það sem ég var svona að reyna að svara góðum hefur sterka réttlætiskennd. Ég ber gríðarlega mikla virðingu fyrir honum og hans störfum. Þó við höfum ekki verið sammála um allt og höfum svona einhvern veginn ekki alveg runnið saman leiðir okkar, sem bara gott. Við vinnum svona aðeins í sitthvoru línunni. Og ég hefði reyndar viljað fá hann meira inn í Hagsmunasamtök heimilanna og fleira slíkt, en hann var ekki á þeirri línu, allt í lagi, ekkert mál. Og hefði viljað fá miklu fleiri inn í Hagsmunasamtökin og í greiðsluverkfall og allt það. Og menn eru kannski að sjá það núna aftur og enn og einu sinni viðbót að ég sé þetta fyrir, hvað er í gangi og átta mig á því hvernig þetta system virkar sem við erum í og hvað það er fáránlegt, þetta system. En lík ég þá lestrinum um þetta mál og sendi baráttukveðju til Sturla að hann snúið sig út úr þessum ógöngum einhvern veginn. Og skellum okkur til Noregs og þar er ebólumálið. Hún kom í morgunni, þessi sjúki læknir, og sá að þátturinn hjá mér í gær var mikið um þetta. Var já, einmitt sko athugið það er bara korter í þetta ebólavaksín. Ég fer í það aðeins meira á eftir. Já, ég hugsa hana, þetta er sennilega hoax, hún er sennilega ekki með ebólu. Hún er með eitthvað sem að líkist ebólu. Og er World Health Organization komin í málið. Þið munið Bilderberg kortið sem að allir hlæja að. En
svo merkilegt ef þið lesið hérna þetta skjal frá Rockefeller Foundation sem er faðir og móðir og yfirhöfðingi þessara læknavísinda, Scenarios for the Future of Technology and International Development. Rockefeller ég á reyndar eftir að gera vídeo Rockefeller fjölskylduna. Rockefeller fjölskyldan var hérna, snákasölumenn, þessi gamli afi Rockefeller var snákasölumaður og þetta er algjör svindl glæpastarfsemi sem Rockefeller sagði einhvern tímann að hérna, samkeppni væri synd hérna maí 2010. Þannig að Rockefeller hefur náttúrulega fylgt því bara fast eftir að hérna drepa alla samkeppni og allar náttúrulækningar og allt slíkt er tekið. Þessir aðilar elska einokun og þola enga samkeppni. Þar eru þeir ekki með neina lækningar, þeir eru bara með meðferðir og sprauta sjúkdómum í fólk til þess að fá business. Já. Og hérna, það sem ég er að leita að, það á að vera kort hérna. Ég ætla að setja linkana hérna undir, ég hef ekki haft bara orku í að setja linka undir undanfarið. Það hjá mér. Ég bara er að koma þreyttur úr vinnunni alltaf. Kannski fjalla þetta betur seinna. En hérna sjáum við Scenario Narratives. Það er skrifað 2010, þetta er 4 árum. Lockstep. A World of, bara lesa þetta á íslensku, þið lesa á ensku sem lesa ensku bara. Heimur af sterkari frá toppi og niður stjórnvöldum og meira einræðis leiðtogar með takmörkuðu hugviti og mótstöðu borgarana. Svo fara þær hérna að tala sko að ég bara les þetta hérna held ég. Árið 2012 var hérna einhver faraldur með H1N1 og eins og ég var að segja ykkur, þetta er allt saman beta-test. Þetta er allt saman gert til þess að undirbúa New World Order rolloutið, þar sem að þetta er hernaðaraðgerð sko. Þá eru þeir að tala hérna að þetta var mjög vondur vírus og dauðlegur sem var nú þetta bara lygi sko. Og allir voru yfir bókaðir út af þessu og það smitaðist næstum 20% af mannkyni og drap 8 milljónir sem er þetta tómt kjaftaði. Hafði rosa áhrif á fjárhaginn og þetta er allt sem bara heimnarnir er að hrynja kjaftaði. Eyðilagði iðnað og túrisma og braut niður. Þetta er stjórnmálamennir að lesa. Þetta liði er gjörsamlega kjaks beyglað í hausnum. Þetta fólk er geðveikt sko. Og þetta er svona móðurskip læknanna sko. Þetta er mamma þeirra, alveg bara móðurskipið kemur og gefur þeim gotterí hver mánaðamót eða vikulega eða hvernig það er. Já, ég meira að segja búðir og íbúðabyggingar stóðu tómar í mánuðu saman út af þessari svínaflensu. Þeim var alltaf bara kjaftaði. Og þessi faraldur fór yfir alla og mesta fólki dó í Afríku náttúrulega. Sem að þessu mest beitt sem sýklavopnum. Og þau eru náttúrulega líka hönnuð þannig að þau hafa meiri áhrif á hörundstökt fólk. Þetta er líka genetísk vopn. Og meðan að þróuðu löndin voru svona lengi að bregðast við og vildi ekki einangra fólk og
og Ameríka var svona, þú veist, þá talaður hérna hvað, Kína gerði þetta svo vel, Kína var alveg sérstaklega gott með þetta sko. Kína, stjórnvöldi Kína bara strax settu fólk í fangabúðir eða sérst mandatóri í sótthreinsunarbúðir, allir íbúar voru bara sópað inn í FEMA-camps í Kína og og all landamæri voru lokuð um leið, björguðu milljónir af lífum og stoppuðu útbreiðslu vírusinn miklu fyrr en önnur lönd. Og þetta eru gaurarnir sem eru að græða á öllu ruglinu sko. Þetta, ég skil þessa skýrslu eftir ykkur, þú veist, þið lesið bara, ég sjá því, við þurfum meira svona kamerur. Þetta er sko, þeir eru ekkert einu svona að reyna að leyna þessu sko. Þetta er bara in your face sko. Og hérna sjáu þið frá 2010 til 2015 það er svo skrítið hvað þeir hitt alltaf í mark. Af hverju skyldi það vera? Þeir ná alltaf einhvern veginn að spá fyrir framtíðina. Ég meina, þeir náttúrulega er auðvitað að spá eins og þið muni eftir Chaplin myndbandinu sem ég sýndi ykkur einu sinni þar sem hann var að brjóta gluggann. Hann stýrir atburðarásinni. Þannig að ef þið viljið sjá hvað gerist inn í framtíðinu þá bara lesið þið og þetta fólk er algjörlega búið að tapa vitglórunni og ég var að tala í gær aðeins til lækna og svona heilbrigðisstarfsfólk og sko þið sem eruð að vinna fyrir Rockefeller dæmið, þið getið sett ykkur í sömu spor og hermennir sem voru að vinna fyrir Hitler sem var Rockefeller fjármagnaði það dæmi líka sko og þessi vitlýsingar allir hann inn í World Order að þetta endar með réttarhöldum sko og þar voru fólk, hermenn og læknar og þetta liði sem stóð í þessu. Það var að reyna að segja, já við fengum bara skipanir, þetta voru bara, og í nútíma samfélagi, þegar réttarhöldin koma, góðu vinir, þá getið þið ekkert sagt, já þetta var einhver bók sem kom frá Hitler, nei ég meina Rockefeller, þetta var einhver Rockefeller bók sem sagði þetta. Það var Rockefeller sem sagði okkur að gera þetta svona. Það skiptir bara engu máli. Það eru þið sem eruð ábyrg og heldur að Rockefeller viti það ekki. Heldur að New World Order kunni ekki lögfræði, lögfræði 101 eða. Það eru þið sem sitið í súpunni, góða fólk. Og því miður. Og ég er að segja þetta í vináttu og virðingu við ykkur sko. Og ekki fara að sprauta sendiboða niður sko. Það er svolítið óréttlátt sko. En ég ætla að spila hérna, sko þetta er allt saman bull og blekkingar sem þið eru að horfa á. Hérna er svolítið frægt vídeo. Þetta er hérna Sandy Hook. Ég veit ekki hvort þið munið eftir Sandy Hook. Nú kom skýrsla frá FBI sem að staðfesti það að dó enginn í Sandy Hook. Og þetta er hann að slökkvistöð þegar Sandy Hook gerðist og horfið á þessu vídeo, það getur líka flettið þessu upp, að þetta fólk er bara að labba í hringi. Þið farið að fylgjast með það margir samsæringar, hort á þetta vídeo í smáatriðum og þetta fólk er að labba í hringi. Það labbar, hvað er stóra aerial hérna? Það labbar sko, einhver var hérna í rauðri úlpu sko og þeir fylgdu honum, hann fór hérna inn svo eftir smá tíma þá kom hann út hinum megin, svo labbaði hérna. Og þið farið að fylgja fólkinu sko, munið kannski eftir eitthvað þessi gula sko, þið farið að fylgja honum, þá fer hann hérna inn. Svo fer hann eitt hring hérna, þetta er bara leikarar, þetta er allt saman leikarar.
hver einn og einasti hér á og það er sko á Craigslist, það var alltaf verið að auglýsa eftir crisis actor. Þetta eru svona crisis aktorar sko. Hérna gaur í gulu. Þeir eru ekki einu sinni fyrir að skipta um fötin inni sko. Þetta er hoax, þetta er sviðsett fyrir peninga og pólitísk dæmi. Ah. Nei, hérna er guli aftur, sjáðu. Hvert er hann að fara, veitu? Hérna er hann, það veist. Já, hérna er í jakkafötum. Það er að drífa mig, sko. Guli, sjáðu. Hvert er hann að fara? Þetta er bara svindl. Það er bara að fíblast í ykkur, sko. Sama með þetta ebóludæmi. Þetta er sennilega, það var CIA whistleblower sem við kallum. Nei, þessast, gaur sem vinnur fyrir CIA. Hann var á hérna Alex Jones channelnum, þið getið farið á YouTubeið hans og hann talaði um þetta fyrir held ég mánuði síðan eða 1,5 mánuði síðan. Það var hann að tala um að það væri í uppsiglingu ebólu líki, eitthvað sem væri eftirlíking af ebólu. Hérna er annað í sambandi við hennan ebólu. Það er hérna þetta bóluefni sem verið að púsa. Hérna voru þeir búin að pröfa. Ég ætla að taka hljóðið af þessu, ég skal gefa mér orkunni að setja þetta undir og eftir þannig að ég geti horft á þetta. Hérna er þetta bóluefni sem að þeir vilja koma í arminn á okkur. Það er þetta Brincidofovir. Þetta er hérna frá því í mars. Þessi frétt er frá því í mars. Hérna voru þeir að reyna að fá undanþágu til þess að lækna þennan strák með þessu bóluefni. Og þetta er svona pre-programming, kallum við þetta, eða svona undirtónn. Hérna var lyfjafyrirtæki með leiksýningu. Og þið sjá hérna er algjörlega spilað á taugarnar, sjáðu þið. Þetta eru flott leikrit hjá þeim, sko, ég er ekkert að segja það. Hérna er spilað á hið mannlega, sko. En markmiðið er að koma þessu bóluefni hérna á markað án þess að þurfa að fara í gegnum prófanir. Og bíðið bara í korter, sko, það verður þetta bóluefni sem verður í boði eða eitthvað annað sem er svona hérna eitthvað í stíl við þetta. Og þetta er klassísk hægaletska hvað heit kallað er það? Hegelian dialect, já. Hegelian dialect. Við hefum ekki reyna að fletta því upp. Hegelian dialect. Það er svo hjálpsamur við það. Já, hérna. Hegelian dialect. Já, einmitt, þetta er rétt. Ég ætla að reyna að finna hérna Wikipedia. Það er ekki hérna. Hvað er í gangi? Já. Hérna. Já, hérna. Nei. Já, farið í Hegelian dialect. Hérna. Hegel. Þetta er dialektin hans Hegel. Og hérna. Þetta er problem reaction solution dæmi. Og hérna það er svona eitthvað að vera falið hérna. Já, Hegelian dialect hérna. Þetta er sem sagt, ég geti lesið um þetta hérna náttúrulega og fletti upp í þar. David Icke hefur verið nákvæmlega í útskýringu á þessu, hann kallar þetta náttúrulega problem reaction solution. Og hérna hérna er hann að tala um þetta það sem hún býr til vandamálið og síðan fer almenningur að heimta viðbrögð og þá ertu tilbúið með lausnina.
og þið sjáu núna er alls konar kröfur alveg bara, já það verður bara að gera eitthvað í þessu með þennan ebóla, það verður bara að gera þetta, það verður bara að gera hitt, það verður bara að kaupa þessi bólefni, það verður bara að gefa undanþágu fyrir þetta Brinovicifíravir, finna nú alltaf einhver nöfn sem er ómulett að bera fram. Og hérna, það verður bara að pröfa þetta á öllum, það verður bara að pröfa þetta á öllum, við getum ekkert beðið með það. Og þið getið bókað að þið munið eftir ræðuna hans Bill Gates þar sem hann talaði um að ætla að nota bólefni til þess að fækka mannkyni. Að og þá ég ætla að sýna ykkur þetta líka hérna, sjáðu þið. Hérna talar hann á flesta af þessum lyfjafyrirtækjum, sko. Þannig að hann er að tala um, og þeir eru, ef þið horfið á Eugenics-vídeóið mitt, þá eru þessi gaurar allir að tala um að fækka mannkyni. Og þið getið meira þess að fletta upp Georgia Guidestones ef þið þorið. Þetta lið er alveg alveg bara kókó crazy, sko. Þetta lið er gjörsamlega sturlað, sko. Það er ekki heil brú í hausnum á þessu fólki, sko. Og þetta er orðið stórhættulegt fólk, sko. Og hérna er hann að setja upp eitthvað á jöfnu, sko. Og hérna, ég ætla nú ekki að setja hljóðið á það, ég set linkin hérna fyrir neðan. Hlustið á þetta aftur og aftur, hérna byrjar með einhverja starffræði og þetta er allt saman. Og hérna er jafnan sem hann segir. Hann segir að það er fólk, þjónusta, svo man ég ekki hvað þessi tveir hérna eru, hann er bara sittur þetta upp sem jöfnu. Services, orka og eitthvað annað. En það er þessi hérna sem að hann er að tala um að það er að fara nokkuð nálægt núllinu til þess að sturla CO2 markmið, sko CO2 er matur fyrir plöntur, trén, sko ef þú ert vinur trjánna þá elskar þær þetta, sko. Þær elskar CO2. Já, byrju hérna kemur að með það. Fólk, þjónusta per einstakling, orka per þjónustu og CO2 fyrir hverja orkueiningu. Og það er þessi hérna sem þeir eru allir að taka niður núna. Þess vegna eru þeir að stráfella fólk í Afríku. Þetta er náttúrulega glæpur gegn mannkyni og stríðsglæpir og bara það er ekki hægt að finna stærri glæpi en þetta. Þetta er maxið. Þessi gaur er mesti glæpamaður mannkyns. Ég hugsa að Hitler sé bara messagutti við hliðina á það, sko. Þannig að þið verða átt ykkur á því hvað er í gangi, sko. Og þetta, ef þið lesið þessi Rockefeller skýrslur og þið farið aðeins að líta í kringum ykkur þá þetta er allt saman í plain sight, það er ekki eins og verið að reyna að hafa fyrir því að fela þetta. Og læknar og háskólasamfélagið og líffræðingar og náttúrufræðingar og kynja, ég þarf að fara yfir þessar deildir í háskólanum, já trúarbragðafræði, það má ekki vera kristinfræði lengur, sko. Þetta fólk er allt saman djöfladýrkendur og þolir ekki Guð og Jesú, alveg hatar Jesú út af lífinu, sko, til að drápa þeirra. Að þetta er bara cuckoo crazy og þetta sem ég hef verið að spá og segja og þetta er ekkert mjög flókið vísindi, þetta er bara eins og ég hef stundum sagt að ef ég sitt með börnin mín í fanginu og við erum að horfa á sjónvarpi og ég er með dagskrána þá segja ég, hei, núna klukkan 9 kemur hérna fræðslumynd frá BBC, veit þið, barnanýðingarnir. Svo kemur fræðslumyndin og þau verður bara, já, hvernig vissirðu þetta, maður? Svo kannski segja, hei, það er hérna
bílaþáttur á hinni stöðinni, kíkjum á það. Fórum við þangað. Hey, hvernig veistu það er bílaþáttur? Veist bara, börnin alveg bara, wow, þú bara veist allt, sko. Það er ekkert þannig, ég er bara með dagskrána, sko. Kann að lesa dagskrána. Og ég er ekkert að segja þeim frá því að ég kunni það. Og ég bara hef haft fyrir því að fletta upp þessum dagskránu þeirra allt og er náttúrulega fullt af liði sem er að því, hægri vinstri. Og ekki það að ég sé að finna þetta allt, ég er nú alltaf að deila þessum félögum mínum sem er að leita þetta uppi. Þannig að þetta er hernaðaraðgerð, við erum í hættu og ég skora á ykkur að vekja sem flesta, deila þessum vídeo sem víðast og endilega styrkja mér og svolítið svektur með fjárhagslegar sendingar frá ykkur, kæru vinir. Núna ef ég horfi 1,5 mánuð aftur þá hef ég fengið 20 evrur í styrk frá mjög góðum áhorfanda. Takk. Þannig að þið eru nú ekki alveg að sýna mér stuðning á þeim vellinum. En ég er alltaf þakkláttur fyrir móralskan stuðning, það er allt. Og í augnablikinu verðið þið bara að nota PayPal reikningi minn sem er á forsíðunni á mér, það er linkur inn á PayPalinu á mér. Og endilega með líka spyrja mig spurninga eða biðjum að fjalla eitthvað og ef eins og ég gerði áðan þá setjum ég link á vídeóið eða beina útsendinguna einhverjum hálftíma áður en ég fer í loftið og þá getur komið með einhver komment áður en ég byrja eða ég á nú ekki alveg, ég getur sannlega hort á það meðan útsendingu stendur sjá hvernig það myndi virka allir með þessu. Já, það geti alveg hugsað að ég hafi bara gangið, ég hafi opinn bara linkinn ef þið hafið áhuga á því. En takk fyrir komuna og verið bara hjartanlega velkomin aftur og bið Guð að varðveita ykkur og blessa daginn út og daginn inn og fjölskyldur ykkar og vini og alla Íslendinga og allan heiminn ef við förum út í það. Og takk fyrir og bless.